Velkomin í vídeóið mitt og í þessu vídeói munum við læra að úrbeina fremri part af lambi. Það sem við munum gera úr þessu hérna er lambaöxl sem er hérna, ribs sem er hérna þið sjáið og lamba prime sem er hérna. Það sem við þurfum í þetta er svunta, vettlinga, mjög góðan og beittan hníf og kannski skurðarbretti eða stað til að geyma kindina á. Við ætlum að byrja á því að skera út það hérna kjöt sem er lamba prime og þá þurfum við að skera hérna, sem það er búið að merkja þetta hérna. Þetta hérna er öxl og öxlin er beinið sem er tengt fætinum og er ekki hægt að skera í gegnum þetta, þannig að það er að skera fram hjá þessu og niður á þau. Hér er hryggsúlan svo hrjúf að það er að skera ójafnt til þess að ná öllu kjötinu. Og þá getið þið séð, við erum komin með lambahnakka eða prime hérna út. Sem þessi hérna öxl. Til þess að komast fram hjá henni, þá er bara skorið hérna og síðan niður á við og undir og svo er þetta skorið hérna niður með. Af því að þessi partur er komin út, þá ætlum við að halda áfram og fara í fremri öxlina, fótinn. Hvernig ég ætla að skera þetta er að ég ætla að toga mikið eins gott bara vel og ég get og síðan ætla ég að skera hérna ofta svona í átt að svona loftbúblunum, sjáum við alveg hvernig það er gert. Toga vel, þess að sjáu þá sker hérna. Að skera fótinn lítur át fyrir að vera svolítið flókið, en í alvörunni þegar að byrja bara þá rennur í gegnum það alla leið. Þá erum við komið með fótinn hérna. Hérna er þetta snyrta þetta. Þá viljum við taka eins mikið af þessu hvíta fitu. Sjáum við hérna. Og síðan þegar það er búið að fínpússa kjötið sitt eða taka svona stærstu fitupartana frá, þá er það bara tilbúið sko. En það sem ég myndi mæla með er að halda þessum hérna fitublettum sem eru inn í kjötinu og flottum svona djúpum stað. Svo sjáum við hérna alls staðar. Það er hérna allt kjötið sem er hérna uppi, það er orðið svo þurrt og orðið þá eiginlega bara svona óborðarlegt. Hérna frá og þá er notað það hérna í svona gúllasúpu eða bara svona kubbabein sem maður borðar. Það sem við ætlum að gera núna er að skera út ribsinn. Sjáu þið þetta að það er ekkert mikið af kjöti en þetta er alltaf meira en ekki neitt. Þannig að þá eins og aftur eins og hérna er þetta ekkert ótrúlega gott hérna, mikið af brjóski hérna eins og sjáu fitu og þá er eiginlega bara í rauninni frá þessu hérna og inn sem við borðum og hitt er eiginlega bara hent í rusli eða hakkað og já, samansaga hérna. Bara skorið hérna og hent sem hérna burt eða hakkað og já. Til þess að fá hérna rifbeinin ætlum við að saga, það er best að saga en við erum bara með hníf þannig að við erum að nota hníf og það er best að fara hérna niður og bara
tróða sér á milli allar niður til að koma sér hérna frá. Svona lítur seyin út og er líka nota hana svona. Annars það bara sama saga á með hérna fótinn að hreinsa fituna frá en ekki þessa fitu sem á þessum góðu pörtum eins og hérna inni og sem fer í kjötið þá og gera það betra. Þá er þessi partur kominn. Ok, þá er komið að ég elda lambapræmið og kjötbitana sem við fengum úr kjötinu. Ég er búinn að borða lambafótinn og lambarifinn þannig að það verður ekki sýnt hvernig. Síðan munum við ekki grilla þetta, mér langaði að grilla þetta en sjá veðrið úti og það er ekki séns fyrir það. Ég tók þessi kjöt fyrir 2 dögum út núna og lét það vera inn í ísskáp þannig að núna er það búið að þyrna og það er ekkert frosið í því. Þetta er bara mjög gott til þess að elda og gera það tilbúið. Það sem maður byrjar á því að gera er að skola kjötið sitt. Ég persónulega ger þetta í volgu vatni þannig að það sé þægilegt fyrir hendurnar. Maður þarf að þrífa kjötið sitt svo að kjötið sjálft verður ekki skítugt þegar maður borða það. Með stærri kjöt eins og í þetta skipti með lambapræmi þarf að passa sig á það að þrífa alla staðina á kjötinu. Næst er það bara að þurrka kjötið sitt. Ef maður nota pappír eins og ég er að gera þá þarf maður að passa sig á því að rífa ekki pappírinn þegar maður er að taka hann frá kjötinu þar sem pappírinn límist við kjötið mjög vel. Eftir það er kjötið bara tilbúið. En eins og þú sérð í lambapræminu hér er þetta hvíta brjóskur. Þannig að áður ég setti kjötið mitt á helluna skar ég það í burtu. Ég ákvað í staðinn fyrir að gera kjötkubba ákvað ég að gera svona kjötstrimla sem eru svona 5 cm á lengd og eru frekar þunnir. Þannig að þeir eru eiginlega bara svona bitar sem er ótrúlega þægilegt að grípa í og borða. Til þess að gera þessa kjötstrimla tekur bara kjötið og skerð í svona lengjur eins og ég er að gera hér á skurðabrettinu. Síðan eru ekkert allir kjötbitar eins, þannig að sumir kjötbitar eins og þessi hérna sem eru bara kringlóttir hendirðu þeim bara með onni í skáluna sem þú ert búinn að gera tilbúin. Til þess að byrja set ég alltaf helluna á 12. Ég nota þetta vegetable oil spray svo að kjötið festist ekki við. Síðan krydda ég þetta með Montreal steak kryddi og nota smá sojasósu í endan til þess að bæta upp í bragðið. Þegar að pannan er orðin heit setjum við vegetable oilið á pönnuna. Síðan skellirðu kjötinu á pönnuna og gerir tilbúnan til að krydda. Setur kryddið á en það er að passa sig að setja ekki allt of mikið. Síðan bara hrærir maður í kjötinu þannig að verði allt eldað. Þegar kjötið er nánast tilbúið setur maður sojasósuna. Og ég set alltaf sojasósuna í svona smá hring á meðan ég er að hella þannig að sé alltaf svona svipa jafn mikið magn þegar ég seta. Síðan rétt áður ég klára set ég smá salt. Eftir svona 3 mínútur að elda kjötið er það tilbúið og setur maður það í aðra skál en maður var með fyrir. Þá lítur kjötið svona út og er það tilbúið að vera borðað. Áður en við byrjum að gera lambapræmið tilbúið sækjum við leirdisk og setjum hann inn í ofninn á 180 áður en við byrjum að elda kjötið. Af því að þá verður diskurinn tilbúinn og orðinn heitur þegar við setjum kjötið svona á diskinn. Síðan færum við okkur yfir í lambapræmið. Og hér byrja ég á að skera svona rendur í það þannig að þegar kjötið er tilbúið verður það fallegra. Eins og áðan byrjaði maður á því að hita upp pönnuna. Síðan svo að kjötið festist ekki við nota ég smjör og vegetable oil. Kryddið sem ég valdi ég bara venjulegt salt og pipar þar sem bragðið úr kjötinu verður mjög sterkt. Í þetta skipti valdi ég að hafa pönnuna á 10 í hita. Síðan aftur byrjar maður á því að spreyja bara pönnuna sína. Þegar pannan er orðin nógu heit, byrjar maður á því að setja kjötið á fitu hliðina. Eftir smá tíma má kíkja undir kjötið og sjá hvernig það er á litinn. Ef að kjötið er svona smá gullita þá má snúa því við og byrja að elda það hinum megin. Síðan setja smá smjör á helluna, leyfi því að bráðna áður en ég nota skeiðina til þess að moka smjörinu yfir kjötið og gera það gómsætt. Síðan hallar maður pönnunni smá, mokar smjörinu upp í skeiðina og svona helliði yfir kjötið jafnt eins og ég er að gera hér.
Eftir að kjötið er búið að vera cirka 5 mínútur á hverri hlið er það tilbúið að fara inn í ofn þar sem diskurinn er orðinn heitur. Eitt gott trix til að hafa kjötið enn betra er að setja olíuna sem var eftir á pönnunni með kjötinu á hinn diskinn. Eftir 25 til 30 mínútur kemur kjötið svona út, en við erum ekki alveg búnir þar sem að setja síðan álpappír yfir til þess að leyfa djúsinum að komast inn í kjötið á meðan það kólnar. Eftir það setjum við kjötið á skurðarbretti og sker það niður. Aftur setjum við djúsin yfir kjötið þegar það er búið að skera. Smá salt yfir og er það þá tilbúið í að vera borðað.